Guðbjörg, það er ártalið maður. Hvernig tilfinningin núna? Þetta er geðveik tilfinning. Bara ólýsanleg gleði sem er á þessu stað að koma með þetta blessaða ártal heim í einhvern veginn líður þetta. Þessi leikur í dag, hvernig metur hann stutt eftir þetta? Bara fínn leikur. Ég er ekki ennþá búin að, ég hef ekki haft tíma til að pæla eitthvað í honum eða greina en bara mér fannst ég spila vel og gera þetta saman og bara spila flotta leik í dag. Smá skjálft í ykkur hann í byrjun en það hafði engin áhrif svona þeirra leiða? Nei, við vissum að þetta yrði, það var svakaleg stemning og læti inn í höllinni og við vissum alveg að þetta yrði erfitt til að byrja með en svo bara þegar leikurinn róaðist og við róuðumst þá var þetta bara komið til hjá okkur. Þessi valsigur, þú ert nú búin að vera í ansi mörg ár, búin að tapa einu sinni í höllinni, hversu mikið gerir þetta fyrir félagið? Þetta gerir svakalega mikið fyrir félagið, ég heyrði það eitthvað núna í vikunni að við verðum í keppni í KR fjölda titla og núna ætlum bara loksins við að hjálpa til að vinna þá keppni. Hversu miklu munar líka að gera þetta með systurðinni? Bara frábært sko. Það er geggjað að vera með henni í liði og gaman að spila með henni og ef hún er ekki með opið skot sjálf þá finnur hún einhvern annan og boltinn var bara dreifðist vel og hún skorið 31 stig og erum við 4 með yfir 10 stig og við ætlum bara að spila geðveika leikum í dag. Nó eftir af titlum og bikurum á þessu tímabili, er þetta ekki bara byrjunin? Jú, ég vil ekki segja það bara. Það er planið alltaf, þessi tilfinning var geðveik þannig að við ætlumst bara til þess að upplifa þetta aftur, það er geggjað.